Matteus spjall, capítulo 6, verso número 26. Saul sig motus tog Jesus pro saka de gode pro fa og gaf lairis sueinun og savdi taki oiti feter lika med mig. Þetta vers hefur valdi miklum delum milli mín og vina mín, vegna sem þeir eru úr öðrum trúfélögum. Hver hin sanna merkin líkama Krists og blóðs Krists. Þá þessi versu sagði þá þeir mótuðust og Jesus brauð, svo hann skar hitt líkanlega brauð og gaf fyrir lærisveinum fyrir borðuðu, og svo sagði Guð, þessi brauð sem ég búin að gaf þér, þessi líka mig. Við getum að sjá að þeir borðuðu ekki Jesú Krist. Þessi brauð þýðir Jesú Krist. Borðuðu þetta líka minn. Það þýðir að þið trúður á mig. Búin að trúðu á mig. Þið ætlar að fylgjast mér, ætlar að predika orð mín og ætlar að gefa kraftaverk. Og heilagur andi mín ætlar að vera með ykkur og ég ætla að gefa þessi kraftaverk. Þessi búin að segja drottning. Í dag hitt samna dank drottning Jesus. Andi frá drottning Jesus. Það alveg eins þessi heilagur andi. Það bara alveg, það saman. Það alveg. Og svo heilagur andi það með okkur í hjarta okkur. Og við eigum þessi brauð, líkaleg brauð, þessi brauð frá Jesú Krist. Þegar þið eru að biðja Guð, þú að njóta, en þú að borða þessi brauð. Þetta búin að breytast með þessi andlegur gjald, þegar þú fríð, þegar þú ánægð, sem Guð talaði við þig, að Guð standa við lofur þín, þegar Guð lofa þér, þetta þessi brauð sem þú að borða núna. Í dag þetta andlega brauð ekki lengur til. Trúðun á drottning Jesú Krist som Guds. Hér við erum að borða þessi brauð, andlega brauð. Þess vegna sagði Guð að þá sem trúir á mig öðlast eilíft líf. Þetta það andlega merking í dag.